Brynjar, 30 stiga sigur. Þú hlýtur að vera aðeins ánægður með þetta? Já, mjög. Þetta var bara ríkilega flott frammistaða hjá öllu liðinu í síðustu 30 mínúna. Við vorum mjög flattir fyrsta 10. Ég sjálfur var ekki alveg tilbúinn og vorum alltaf að þreifa okkur svona, þreifa aðeins fyrir okkur hvernig við ættum að spila á það og dekka og hleyptum alltaf auðvöldu körfum í gegn. En eftir það þá skoraði 42 stig sem var alltaf bara frábær vörn og frábær bara svona liðssigur, svo að segja. Ef við horfum kannski svona bara blákalt á þennan leik, verður ekki varnarleikurinn svolítið það sem skilja á milli í þessu einvígi? Jú, ég held að við erum alveg eftir að geta skorað og við erum með það hæfileikaríka sóknarmenn og fullri vinningu fyrir Þór Þorláksson og Tindastól. Það verður við töluvert betri sóknarlið en þeir og með fleiri svör og það verður erfiðara fyrir að dekka okkur heldur en þessi tvö lið. Ef við horfum aðeins á þinn leik, þú hittir ekki Raskat í fyrsta leikluta en hættir ekki að skjóta. Varstu bara ákveðin í að koma þér inn í leikinn? Já, mér fannst það svona nauðsynlegt bara fyrir okkur og við vorum frekar hægir og einhver þurfti að taka skarið. Og ég tók aðeins á mig að vera þetta ákveðin og keyra körfuna og það gekk ekki alveg vel í byrjun og maður var svona dálítið þungur í löppunum fann ég. En sem betur fer svona, þá kom maður sér aðeins á línuna, kom sér í gang og eftirleikur var bara mjög þægilegur. Nú erum við komin inn í úrslita einvígið og ég held að menn geti gefið sér að það er smá hitt í þessu. Þú tókst inn að smá rispu á fyrrum félaginn hérna. Já, ég tók ekki rispu á hann tók rispu á mig. En þú brást við því. Hvað, ekki bara að gera ráð fyrir svona fjöri í þessu? Jú, þetta er úrslitin og menn eru komið hérna til að berjast og alltaf vinna í stóra titilinn og stóra bikarinn og þetta er náttúrulega bara partur af því að þetta gerast hlutinni en ég fannst þetta kannski ekki alveg tengt körfuboltanum þetta brot en dómarinn sá þetta og mátti þetta vera óhættumætti villa og þar við satt. Þú ert ekkert að fara að erfa þetta nætt lengi við hann eða hvað, en síðan mættur held að sé betur? Ég æfði mig frinn í mörg ár og maður kynnti stólbónum hans öll þessi ár og þeir voru lengst úti þannig að maður er bara vanur þessu en auðvitað ég þetta er ekkert skiptir ekkert máli hvort sé hann eða einhver annað þetta er bara þetta er óþægilegt að fá svona á kjaftinn og sem betur fer maður með gól til þess að verja þetta. Þetta er náttúrulega 30 stig í dag, nú farið inn í næsta leik á næstu dögum. Ég held að það verði ekkert svona, ég lappið ekkert við þannig leika eða hvað? Nei, en ef við komum jafn einbeittir svona eins og við gerum síðustu 30 mínúturnar og spilum okkar leik, spilum við góða vörn, þá eigum við að koma okkur 2-0. Glæsilegt.